Áhrifamiklir hugsuður höfðu mikil áhrif. Sjálfstæð sterk hugsun snjallra manna fór að hafa meira áhrif en valdboð yfirvalda og kirkju. Heimspekingurinn Immanuel Kant skrifaði 1784: upplýsingin koma mannsins úr sjálfsköpuðum vanþroska. Nýjar nálganir hugsunar komu undan okinu, skynsemishyggja, raunhyggja, heimspekilega efnishyggja, efahyggja, náttúruhyggja, og það má segja að humanismi sé svona reglívar hugtak yfir þetta allt saman. Denis Diderot, en franski, ritstýrði gerð merkrar alfræðibókar sem innihélt 17.000 greinar. Hann taldi að menntun en ekki trú væri forsenda góðs lífs og framfara, og þetta var mjög djörf skoðun á þessum tíma. Samfélagssáttmálinn. Í svonefndri bók Jacques Jean Rousseau árið 1762 greinir hann stöðu og skilyrði mannsins til þess að öðlast lýðræði, jafnrétti og frelsi þegnanna. Fyrsta setningin þar segir: maðurinn fæðist frjáls, en hvarvetna hann í hlekkjum. Þegnar landa yrðu að komast að samkomulagi ákveðin gildi og mynda samfélagssáttmála til að tryggja frið og velferð. Og þannig eru til grunnhugmyndir lýðræðis. Konungar verði valdalitlir þjóðhöfðingjar, lög verði leikreglurnar og gangi yfir alla. Valdið komi frá fólkinu með kosningu þingmanna, þannig verði til fulltrúalýðræði og þingræði. Löggjafavald og dómsvald sé aðskilið, velferðarkerfi styðji alla þegna og þetta sé opið þjóðfélag sem gefi þau pólitísku réttindi, málfrelsi, fundafrelsi og félagfrelsi. Þetta yrði jafnframt hlutlaust ríki út frá lífsskoðunum, það eru engir merkimiðar á þeim gildum sem eru tekin fram í lögum og valfrelsi þegnanna virt í þeim efnum. Og hvernig hlutlausa ríkið? Það dregur ekki dilk neins félags í einkageiranum, til dæmis stjórnmálaflokks eða trúfélags í ríkinu og á opinberum stofnunum þess. Þannig á hið hlutlausa ríki að afnema ríkistrúarbrögð eða ríkispólitík. Það er engin ríkisstjórnarflokkur. Það þætti óhugsandi, en samt hér ríkistengt kirkja. Afnema sérstakar lagavarnir fyrir forréttindahópa eins og guðlaslög. Það er allir verið jafnir fyrir lögunum, það er ekki einskoðun að vera sérstaklega varin með lögum. Færa menntun barna úr höndum trúfélaga yfir í almenna skóla handa öllum og tryggingakerfi í stað ölmusukerfis trúfélaga. Það er langt síðan þetta gerðist, en það er kannski bara að gleyma því. Eitt lykil hugtak í þessari umræðu er á enskunni secular, og það er vert að skoða það nánar. Það getur haft nokkra merkingar. Samkvæmt orðabók Örn og Örlygs og Merriam Webster þýðir það veraldlegur, það sem er ekki trúarlegt. Og síðan má svona sundugreina það þarna í 4 atriðum til viðbótar. Það getur einnig þýtt veraldlegur þá í samt við efnisleg gæði eða fjármál, og það er kannski oft sem þetta misskilst út af þessari merkingu sem er þarna líka og flækir svolítið umræðinu, þannig að þegar við þurfum að tala þessa hluti þurfum við að passa að aðgreina á milli þessara merkinga. Og síðan er önnur merking, eða þriðja merkingin sem er sjaldan notuð eitthvað samt við tíman. Skoðum eftirverandi veraldarhyggju. Það má setja veraldarhyggjuna upp í svona 3 módel. Í fyrsta lagi að boða trúleysi eða trúlausa lífsskoðanir og stefna að því að trú hverfi úr bæði ríkinu og þjóðfélaginu. Og þetta er í rauninni bara trúleysishyggja og er sjálfsög ekkert af því að frjáls félög sem að trúa á þetta, þau boði þetta í sínu frjálsa rými, einkarými. Og í öðru lagi að aðskilja aðeins trúarleg lífsskoðunarfélög frá ríkinu og stofnun þess, til dæmis skólum,
og þetta er svona einhliða veraldarhyggja og það beinist athygli bara að trúfélögum meðal lífsskoðunarfélaga. En í þriðja lagi að aðskilja öll frjálsboðandi lífsskoðunarfélög, jafnt trúarleg sem veraldleg, frá hinu sameiginlega, það er ríkinu og stofnunum þess, og engin merkimiðar settir á sameiginlega gildi. Þetta myndi ég vilja kalla svona tvíhliða veraldarhyggju eða valfrelsishyggju. Það gengur jafnt yfir alla, hvort sem það eru trúarlegum eða veraldlegum toga. Og þar leðandi hafna ég þessum tveimur fyrri skilgreiningum varðandi ríkið. Og hið hlutlausa ríki, hversu langt náðu við í þessari þróun? Í löndum kaþólskunnar sköpuðust meira andstæður milli trúar og framþróunar og því var það aðskilnað ríkis og kirkju mestu þar, til dæmis í Frakklandi. Það nánast alger aðskilnaður. Nú á Norðurlöndunum aðlagaði kirkjan sig meira að upplýsingunni og tryggði forréttindi sín með pólitískum ítökum og samningum. Kirkjan fekk titilinn þjóðkirkja og sérstakar vernd ríkisins, tryggði sér fjáröflum gegnum ríkið og þannig var settur nefskattur á alla, hvort sem að fólk var í þessari kirkju eða ekki, og tryggði sér stað við setningu löggjafarþings og gott aðgengi að ríkisfjölmiðlum og hélt prestaskóla hjá ríkinu og boðun í grunnskólum. Ekki að sama skapi og áður kannski með þessa boðun í grunnskólum en hélt henni inni að einhverju leyti. Og þetta er kannski hér skematísk mynd það hvert við erum komið núna. Við erum með opið þjóðfélag, það er málfrelsi og fundarfrelsi og félagafrelsi og fólk má stofna trúfélög eða félög trúleysi. En það er samt svona hálf veraldlegt ríki sem mismunar. Það er útvalin kirkja með sérstakan aðgang og það er svona eins konar trúræði að hluta. Samfélagssáttmáli hlutlaust ríki var ekki í rauninni gerður og það er aldrei verið kosið þetta skipulag, þjóðkirkjuna. Og ólíkt því sem áður þá hafa nú önnur trúfélag en þjóðkirkjan aðgang að ríkinu, hafa sóknargjöld þarna og eru skráð og eru viðurkennd og fá að vera í friði. En aftur trúlausar eru algjörlega skildir út undan og hafa ekki fengið inn í til dæmis í sóknargjöldum. Það er ójafnræði og fá engin eða lítil sem engin félagslega lagalega réttindi. Þannig að þetta er fjölmenningar þjóðfélag nú orðið en með mismunun og í menntunni er ákveðin hlutdrægni, það er hlutdrægni á kristnina. Það hefur verið eðlilegt kannski að kristnin fái stóran hluta en ekki að hún sé kennd á hlutdrægan máta. Nú gildi þjóðarinnar sögð kristin í opinberum plöggum og alið ótta gildistóm veraldlegar skipunar. Nú hvernig er leiðin frá því að vera barbari og frá því að vera siðfáða fólk? Barbarismin byggir á kúgun, ofbeldi, illindu og stríðum og til þess að losna við það þarf friðarbaráttu, stundum frelsi stríð eða nýja sátt og stofna þjóðfélag með lögum. Og við erum komin hingað, það er opið þjóðfélag en það er ójafnræði og sérréttindi í lýðræðinu og það er í gangi ýmis réttlætis og jafnræðisbarátta. Þetta er náttúrulega stig á stigi að batna en við erum kannski svolítið óþolinmóð að fá þetta ennþá betra. Og hvert er næsta stig? Við erum á leiðinni. Það þarf að fá jafnræði og aukinn siðferðisþroska í þjóðfélagið og það er eitthvað sem við getum þá kallað þroska fjölmenningarsamfélag nýs lýðræðis.